Góðan daginn og verið velkomin. Í erindinu á Hrafnaþingi í dag þá ætlum við að fá að fræðast þær miklu breytingar sem að hafa átt sér stað á útbreiðslu birkiskóga í Þórsmörk, á Þórsmerkursvæðinu síðustu 100 ár í kjölfar beitarfriðunar og uppgræðslu. Það eru þeir félagar Hreinn Óskarsson og Björn Traustason hjá Skógræktinni sem að sömdu erindið og það er Hreinn sem að flytur það. Vertu velkomin til okkar. Takk. Og gef þér orðið. Já, takk fyrir og gaman að sjá okkur. Ég ætla að segja hérna, já, þetta er svona fyrsta þingræðan mín, það sé Hrafnaþing, þannig að ég vona að þetta taki þokkalega. Ég ætla að segja ykkur frá friðun birkiskóga á Þórsmörk sem er mjög merkilegt verkefni og er eiginlega að verða 100 ára núna eftir 2 ár. Það er ekki alveg orðið 100 ára friðunin en svona næstu því. Og þið þekkið öll hvar Þórsmörkin er staðsett. Ég setti þetta nú inn fyrir útlendinga hérna á sínum tíma. En þetta er á milli jökla. Ég fer aðeins yfir sögu skóganna og ég ætla aðeins að taka á þessu bara með uppgræðslu, uppblástur, beitarfriðun og síðan ætla ég að sýna kortlagningu birkiskóga sem er Björn Traustason á langmestan heiðurinn að, það er að segja þá nýju kortlagningu en svo hafa örugglega, já ég mögulega ykkur frá Náttúrufræðistofnun unnið fyrstu kortlagninguna sem við tölum og þannig að við sýnum ykkur hérna sjálfsæningu birkiskóganna og allt það. En saga friðunar er miklu lengri heldur en 100 ár. Saga friðunar á Þórsmörk er væntanlega einhverja 100 ára gömul því að kóngurinn var nú að reyna að friða birkiskóga almennt á Íslandi og þá voru sett lög og reglur hvernig ætti að hugsa skógana. Það mátti til dæmis ekki grafa birkirætur og það var verið að reyna að stoppa það vegna þess að menn áttuðu sig á því að það eyddi alveg skógun með ræturnar voru tósaður upp líka. Þetta var sem sagt orðið mjög alvarlegt mál þarna til dæmis í kringum 1800 og þá var ástandið orðið þannig að hérna það voru nánast engir skógar eftir þá þegar til dæmis á Þórsmörk og danski kóngurinn hann gerði þarna tilskipanir og það féllu dómar þarna uppgröft á birkirótum. Þórður Tómasson er búinn að fara yfir þetta mál í bókinni sinni og vitnaði ýmsa dóma og bækur og það var náttúrulega barátta þessa auðlind, það er líka fjallað það hjá Þórði mjög ítarlega. En já, nefnt þarna að það voru þegar 1899 skipaðir skógaverðir á Þórsmörk og það var svona til að halda utan hvað bændur verið að taka mikið og reynda að hafa skráningu á því og það var skógaverður úr Vestur-Eyjafjöllum frá Vestur-Eyjafjöllum og úr Fljótshlíðinni og þeir störfuðu þarna í einhverja áratugi og þarna er svona bók sem að annar skógaverðurinn skráði í sem er til í Stórumörk, ég er búinn að reynda að skanna hann inn en þetta var sem sagt gjörðabók, hverjir var að höggva hvar. En hér er aðeins dæmi ástandið á skógunum kringum 1800 og þetta er úr grein sem hét Úr sögu skógan eftir Jón Þorkelsson og er í Blöndu 1920 eitthvað ef mann rétt en þarna segir einfaldlega að það var reyndar í þessar grein að verða að fjalla skógana í Skaftafellssýslum en þarna er nefnt sem sagt að Eyfellingar eru að sækja í skógana í Skaftafellssýslum vegna þess að það er ekki kolablað að fá í Rangárvallasýslunni. Það var sem sagt orðið það lítill skógur að þeir þurftu að fara að sækja í Árnessýslu eða í Skaftafellssýslu sem þýðir að hafa bara einfaldlega eftir smá kjarr og valla nógu mikið til að búa til kol og þeir þurftu nú ekki gilda stofna til að búa til kol. En hvernig var ástandið þarna á Þórsmörkinni fyrir 100 árum? Það var sem sagt þannig að K.F. Hansen, hann skráði 1920 eitthvað, hefur hann skráð á 2 stöðum sem ég rekist á að það hefði verið svona 200 hektarar af skógum eftir
og þá meinar hann kjarr, víðikjarr sem var yfirleitt minna en 1 metr, svo voru stöku tré sem voru hærri. Og þarna var sumar- og vetrarbeit á þessum árum. Menn alltaf voru að sækja sér skóg til að gera kol eða jafnvel nota í annað. Og þetta var höggvið og menn áttu sínar skika þarna, bæir í sveitinni. En síðan gaus Katla, það eru bara 100 ár síðan. Og þá var með öllu haglaust á Þórsmörk og ekki hægt að vera með neina vetrarbeit. Þannig að það var engin útigangur. Þannig að Kötlugosið 1918 er í rauninni að stóru leyti ástæðan fyrir því að bændur afsöluðu sér beitarrétti á afréttinum. Og þá áttu Fljótshlíðingar beitarrétt ásamt kirkjunni í Odda og Breiðabólstað og bændur í Fljótshlíðinni sem sagt afsöluðu sér 1920 beitarréttinum og skrifuðu undir skjal þess efni að skógræktin tæki að sér að beita friða Þórsmörkina og sjá smölun. Og ég held að ég fari rétt með þetta sé eini afrétturinn á Íslandi þar sem bændur hafa afsalið sér beitarrétti, eða einu afréttir. Og það var síðan 27 og þá var Breiðabólstaðarkirkja aflétti beitarréttinum, afsalið sér beitarréttinum á Goðalandi. Og síðan tók skógræktin við og þarna var unnið að girðingum og smölun í áratugi. Og fyrstu verkefni skógræktarinnar voru í rauninni að vernda skógana og það voru girtar þarna mikla girðingar, ég sýni ykkur á korti á eftir hvar þær voru. Og það minnkaði beitin strax eitthvað en það var aldrei alveglega friðað. Það var alltaf eitthvað fé að slæðast inn. En vetrarbeitin hafði víst sjálfkrafa minnkað þarna fljótlega. Það voru einhver lög sett sem hétu Hórfellislögin sem ég held að hafi valdið því að drógu úr vetrarbeit. En það var alltaf verið að smala nokkrum sinnum sumarið, það var mannskapur þarna sendur inn úr nokkrum sinnum á sumri og hausti náttúrulega. Og það var eitthvað verið að vinna í því að loka rófabörðum þarna eins og í Hamraskógum, stendur í áskýrslum skógavarða fyrstu árin. Og síðan var verið að grísja skógana og þá tóku skógaverðirnir, Einar Sæmund sem var skógaverður á Suðurlandi og K.F. Hansen var þarna fyrstu áratugina og þeir voru svona að reyna að stýra hvernig væri höggur skógurinn og hversu mikið. Og þannig voru fyrstu áratuginar, smölun, girðingavinna og eitthvað verið að græða upp. Og svo var náttúrulega, eins og sumir hérna inni þekkja, þá voru þarna miklar túristahelgar sem byrjuðu svolítið snemma og var svona töluvert vinna í kringum það. En kannski segja frá því að Hákon Bjarnason var dálítið sniðugur og langt á undan sinni samtíð og hann tók við sem skógræktarstjóri þarna, hvað var það, 30 og eitthvað, 32 eða 3. Og hann í rauninni leyfði ferðaþjónustaðalum að setja niður byggingar og fara að vera með skála þarna innfrá. Þannig í rauninni þetta einn af þessum þjóðgörðum sem við getum kallað þjóðgarð eða þjóðskóg, en skógræktin ekki með neina móttöku, heldur það ferðaþjónustaðalar sem sjáum það. En skógræktin náttúrulega með viðhald á gönguleiðum og reynir að halda skóginum og smala þarna og annað slíkt halda skóginum við. Uppgræðslustarf, það mikið búið að vinna þarna uppgræðslu. Og það eru ýmsir aðilar sem að svona valla vilja láta nafn síns geti sem að vunni stórvirki þarna. Og það má nefna til dæmis, náttúrulega Landgræðslan hefur komið þarna í samstarfi við Rauða krossinn sérstaklega. Ferðafélögin sem eru með aðstöðu, þau hafa unnið heilmikið starf þarna í kringum skálana, grætt upp. Og síðan hann Jón Sigurðsson, sem er kallað Litla Enda Jón. Hann hefur unnið þarna, hringdi mig maður í dag og sagði að þetta verður líklega verða 40 ár sem búin að vera græð upp í kringum Litla Enda, Stóra Enda og þarna langt upp í fjöll með fjölskyldunni og vinum. Þannig að það sjálfsagt einhverjir aðrir slíkir aðilar en hann svona sá sem hefur unnið langmest þannig. Og síðan voru ungliðahópar Rauða krossins á sínum tíma og bændur og sjálfboðaliðar og fleiri sem hafa aðstofað skógræktina við að græða upp svæðið. En svona mesti krafturinn var þarna þegar var verið að loka moldunum fyrir ofan Húsadal og Langadal og fleiri svæðum þarna kringum 90 til 2000.
Og síðan náttúrulega landgræðslan líka búin að vera að setja peninga í varnargarða til að hlífa til dæmis útivistarsvæðinu og fleiri svæðum þarna. Þannig að þetta ótrúlega margir aðilar sem hafa komið að þessu. En eiginlega stærsta breytingin í kringum 1990 þegar það var færð girðingin niður í Gígjökul sem að lokaði af fyrir beit og gerði samningar við Vestur-Eyfellinga að hætta að beita almenninga. Þá í rauninni hætti alveg að koma fé inn á mörk og samhliða því þá fór svolítið að hlýna. Þannig að ég sýni ykkur hvaða breytingar urðu þá eftir 1990. Þannig eru menn sem að voru, þetta svona í upphafi átaks með Rauða krossinum, þannig eru tveir landgræðslumenn, Guðjón Magnússon og Andrés Arnald sem Böðvari Guðmundsssyni skógaverði og Óla Odds. Svo 5. maðurinn hann á bakvið sem enginn mann hvað heitir. Þekkir ykkur hann? Nei. Hann gefur sig fram örugglega einn daginn. En aðeins áður en ég fer í þetta, þá langar mig að sýna myndir sem ég tók þarna árið 2010 eftir gosið í Eyjafjallajökli. Þá var komið í gang verkefni sem heitir Hekluskógar og við vorum alltaf að reyna að útskýra af hverju við vildum koma birkikjarri kringum Heklu. Það væri náttúrulega til að stoppa öskufok og fólk hafði takmarkaðan skilning á því hvað við var verið að tala um. En þarna 2010 þá kom smáræðið af ösku yfir Þórsmörk, cirka 3 cm þarna í Húsadal og þetta klestist á tré og þetta leit skelfilega út. Þetta er litmynd. Og þetta lagðist náttúrulega yfir Beitilöndin og Eyjafjallasvæðið. En Þórsmörkinni þá breyttist þetta alveg lygilega fljótt. Askan hún bara ringdi af trjánum og fauk fyrsta roki og settist á skógabotninn og trjástofnana þar sem þið stóð upp úr á meðan á bersvæðinni í kring þá var stór vandamál með fok og mældust þarna mestu held ég sandstormar sem að mælst á jörðinni fyrir ofan Skógafoss og þar upp á heiðinni á því svæði. Þannig að þetta var bara ekkert vandamál í Þórsmörk. Þó þetta liti alveg svona svolítið skuggalega út í byrjun, þá var þetta bara í rauninni til bóta fyrir skóginn ef eitthvað var. Þannig að það bara ringdi af trjánum mjög fljótlega. Það byrjaði reyndar aðeins að bruminn byrjaði að opnast á þessum tíma á birkinu og það svona heyrðu smellir því að þetta var svona eins og steypuhúð utan á brumunum. Þannig að þetta var svolítið magnað. Það tók bara örfáar vikur að hreinsa sig. Mikla breytingar þarna á örfáum dögum. Og síðan fór gróðurinn að rísa og hvönnin kom fyrst. Algjörlega magnað að sjá þetta. Og það voru kannski nokkri sentimetrar sem að hvönnin bara lyfti upp. Síðan bara fylltist allt af gróðri og það hefur aldrei verið önnur eins gróska eins og þarna 2011 Þórsmörk og jafnvel seinni bara sumarsins 2010. En þetta var hliðarvingill, en þetta gerði okkur kleift svolítið að sýna hvað áhrif birkiskógurinn hefur á eftir eldgos og öskufall. En aðeins kortlagningu á Þórsmörk, það var sem sagt, þetta var rauninni búnaðardeild atvinnudeildar háskólans. Ég held að ég fari rétt með það nafn, sem að kortlagði birkiskóga fyrst 1960 á Þórsmörk. Og síðan voru gerðar fleiri kortlagningar sem við höfum reyndar ekki notað. Við höfum notað 1960 og 2011 og það voru þarna nemendaverkefni 1972-5 kortlagning, svona fyrsta allsherjar kortlagning birkiskóga á Íslandi. Og síðan var sem sagt önnur landsúttekt, þarna fyrsta landsúttekt 72, önnur landsúttektin svona formleg stór fór fram 2010-14. Og þar voru sem sagt Þórsmerkurskógarnir kortlagðir 2011. Þannig að við ætlum að nota 1960 og 2011 kortlagningun og það er Björn Traustason sem á heiðurinn af þessu. En það eru bara tekin hérna svæði sem eru með meira en 10% krónutekju. Það er birki víðar Þórsmörk, upp í Giljum sjáum við stakar plantur og upp á fjöllum en það er bara minni þekja en 10%. Þannig að birkið er að breiðast ennþá meira út, það er bara ekki orðið að svona formlegum skógi. Og þá voru við skiptum þessu upp í 4 svæði, það eru Þórsmörkin, Goðalandið, það skilur þarna Krossávana milli og síðan er Stakkholtið sem er þarna aðeins vestar
og svo almenningar fyrir norðan. Og mestur skógurinn á mörkinni. Og aðeins ég nefndi þarna skógræktargirðinguna, þá sjáum við þarna bláu línuna sem að sést nú ekki allt of skýrt, en þetta var löng og erfið girðing. Erfitt að halda henni við og þurfti að endur girða yfir Krossáraurar og fleiri svæðum. En þetta var sem sagt svæðið hér svæðið sem var friðað fyrst fyrir beit og síðan 1990 þá stækkaði svæðið heilmikið. Þannig að þetta en ef við tökum bara Þórsmörkina fyrst, þá var sem sagt eiginlega ófullkomin beitarfriðun þarna til 1990, en gulu svæðin eru sem sagt skógar sem voru þarna 1960, grænu svæðin sem eru líka undir gula litnum eru sem sagt viðbótin til 2011 útbreiðslunum. Það er búið að þrefaldast bara á Þórsmörk sem var frekar grói 1960, það er búið að þrefaldast flatamál skógana. Rauðu svæðin eru svæði sem voru skógur 1960 samkvæmt loftmyndi og kortlækningu en hafa eyðst og eru greinilega ekki orðin þétt og vaxin birki aftur. Þetta er Goðalandið, þar var miklu minni skógur 1960. Það var þarna í undirhlíðunum á Réttarfelli og þarna í kringum Bólhöfuð og því svæðinum, en síðan eftir friðun þá hefur skógurinn breiðst helling út þarna til 2011. Það er 6,5-faldast flatamál skóganna og þarna reyndar tegjum við okkur aðeins inn í Teigstungur og Merkurtungur þarna fyrir innan sem eru austan við. Almenningar, það eru sem sagt svæði sem var bara þaulbitið fram til 1990, frá 60 til 90 þá var þetta beitt og var ansi margt fé oft. Ég heyrði frá einum að það hefði verið eitt árið þannig kringum 80, eitthvað 2000 fjár sem var farið með yfir sumarið þannig innúr. Það reyndar fylgdi sögunni að það hefði bara náðst 500 inn á almenningum en 1500 hefði komið þá á öðrum svæðum á mörkinni. Þannig að girðingarna héldu ekki þrátt fyrir viðhald og en þar sem sagt var þetta friðað fyrir beit svona upp á 90 og Andrés Arnalds, hann á mestan heiðurinn að það tókst, er mér sagt, en þarna var töluvert greinilega skógareyðing, það er svolítið stórir flákar þarna sem hafa horfið í uppblæstri. Og Kápan sem er hérna næst Þórsmörkinu var náttúrulega algjört flag, gríðarleg jarðvegseyðing á þessu svæði sko. Síðan hafa bændurnir þarna unnið af uppgræðslu frá 90 og þangað til núna, en það sem breyttist þarna var að það var hleypt fé þarna aftur 2011. En mikil breyting sem sagt á þessum fáu árum á útbreiðslu birkisins sem að hérna var friðað. Hér er svo Stakkholtið sem er svona eiginlega sunnan við Krossá þarna mót við Merkurrannan og aðeins síðast í Steinsholt sem er þarna við Gígjökul. Þarna var bara ekkert birki fyrir 90, það var ekki til. En svo hefur eitthvað verið gróðursett, ég veit að Rótariklubburinn var eitthvað að gróðursetja en langstærstur hlutin er sjálfsáin. Þannig að það er sem sagt úr engu upp í 72 hektara núna og mikið af stöku birki svona hér og þar í fjöllunum fyrir ofan. Þannig að þetta er sem sagt, allt svæði, það er búið að fjórfaldast flatamál birkiskógar síðan 1960. Og hvenær gerðist þetta? Hérna eru sem sagt þessar úttektir sem við erum ekkert að sýna kortin af, en þetta er sem sagt flatamál birkiskóga á þessum árum. Og ég er ekki alveg klár á skilgreiningunum, nákvæmlega hvað menn kölluðu skóg í hverri úttekt fyrir sig. En bara sem við nefnum gula ferningin, þetta er sem sagt það sem K.F. Hansen skógræktarstjóri kortlagði þarna 1920 eitthvað. Og það voru 200 hektarar af kjarri. Og síðan 1960 þá jókst þetta var komið upp í einhverja tæpa 400 hektara. Síðan var svolítil aukning hérna til 1979 og síðan kemur einu úttekt hérna 1985 þar sem er minnkað flatamál. Og ég veit ekki hvort þetta er einhver önnur skilgreining á skógi, við höfum ekki alveg náð að fara yfir það, en þetta gæti bara einfaldlega verið það var bara ofboðslegu fjárfjöldi þarna upp úr 80 og í kringum 80. Þannig að það gæti einfaldlega bara hafa verið skógareyðing í millitíðinni.
Og síðan gerðist þarna eitthvað. Þarna var algjör beitarfriðun, þarna fór að hlýna. Þannig að bara frá 96 til 2011 algjör sprenging í útbreiðslunni á birkinu. En það svo leiðilegt að sýna svona töflur, þannig að ég ætla að sýna myndir. Og þetta eiginlega þetta almagnaðasta sem ég hef komist í. Það myndasafn hérna frá Einari Guðjónsson sem að Sigurður sonur sem vinnur hérna á Náttúrufræðistofnun leiði mér að gramsa í. Og síðan hérna þegar ég var búinn að finna slatta myndum þá skannaði Sigurður þetta inn og leiði mér að nota þetta í fyrirlestrum. Og síðan eru nokkra myndir þarna sem eru frá HL sem var hérna á ferðinni kringum aldamótin og hann myndaði hans á mörkinni líka. Og síðan tók ég þarna eiginlega restina. Hljóp þarna í ágúst í dag. Byrjum bara á Þórsmörkinni. Þetta sem sé gömul mynd þarna frá Einari af Valanhnjúk, tekin ofan af Stangarhálsi, gönguleiðinni þar upp. Ég var smá stund að finna þetta. Þetta tekið með aðdráttarlinsu. Og svo smelti ég af. Þannig að þið sjáið úr algjöru skógleysi og örfoka landi þetta búið að breytast í skóg. Svona nánast upp á topp á Valanhnjúk og það einfaldlega þannig, það eru skógur komin upp á topp. Þannig að birkið ekkert lofthrætt. Það þolir sem sagt að fara upp í 460 metra hæð og töluvert hærra reyndar. Við sjáum breytingar núna miklar á síðustu árum. Þannig að þetta Valanhnjúkurinn. Þetta sem sagt steinbogi inn í Stóraenda sem að flestir, margir hafa komið að. Þetta tekið 1900 á HL. Svo var Einar á ferðinni 67, tók þessa mynd. Þannig að sjáum að birkið komið aðeins í brekkurnar og í kring. Það byrjaði að breiðast út. Og síðan lítur þetta svona út núna. Nú þurfum við að fara að saga. Það liggur við til að boginn hverfi ekki alveg, en það svo sem bara eitt af verkefnunum. Ef það þarf að fella tré þá gerum við það bara. Þannig að þetta eru dálítið sláandi breytingar. Hér eitt af rofabörðunum, það var mikið af rofabörðum á mörkinni. Pabbi kom þarna inn úr, hann var í sveit á Stórumörk 43 og 4 og hann hérna fór þarna inn úr með einhverja ferðamenn á hestum, unglingur og honum fannst þetta ekkert svona, þetta var mjög fallegt landslag en það var ekkert mikið skógur á þeim tíma. Þetta var bara mikið af moldum og eða hvesti þá rauk úr öllum moldum og var bara moldrokan innfrá. En þetta þetta eitt af börðunum inn í Stóraenda og þarna hefur litla enda Jón, að ég held, grætt þetta upp meira og minna. Og síðan kemur birkið og flæðir yfir. Þannig að þetta bara svona sýnishorn þessar breytingar. Þetta frá 71 fyrir myndin. Október 71, jafnvel mér. Þannig að þetta gerist hægt en þetta alveg skuggalega breytingar. Hér Slippugil, tekið ofan af Slippugilshryggnum þarna. Fremst mót sér Langadalinn. Öll flög og allar skriður fyllast af birki. Þetta mjög rýrt land náttúrulega, þannig að sjá að birkið ekkert svona stóravaxið í þessu en þetta bara kletturinn undir. Og þetta tekið 54. Mikla breytingar. Þetta Valanhnjúkurinn á leiðinni frá Langadal og upp úr. Þarna voru óbáslega moldir og ég man að voru setta niður þarna einhverja tröppur í þessar moldir og þær lyftust allar upp og rann allt undan þeim og þurfti að rífa það í burt eftir nokkur ár. Mjög erfitt svæði, mikil frostlyfting. Svo var þetta grætt upp og svo fyllti birkið þetta. Þannig að þetta alveg feikilega breytingar. Þetta frá 65. Þessi mynd tekin eiginlega ofan af ætli sé ekki kletturinn ofan yfir flatirnar í Húsadal, mann ekkert hvað hann heitir. Tekið í áttina Eyjafjallajökli, Valanhnjúkurinn þarna. Svona voru moldirnar fyrir ofan Húsadal mjög lengi, ég man eftir, þetta var alveg algjör auðn.
Þarna voru Rauða kross hóparnir að vinna og dreifa áburði og Guðjón Magnússon var þarna byrjandi áburðarpoka og svo dreifðu þau smára út allt og taka upp úr torfum og sett út suður og mögulega var eitthvað plantað að trjám en nánast allt sjálfsagt. Það hafa verið kannski í mesta lagi örfá 100 plöntur á hverju ári sem voru settar þarna. Þetta annað sjónarhorn frá svipuðum stað. Þannig bara ekki hægt að taka mynd lengur því að skógurinn skyggir á allt og maður verður að færa sig til hliðar. Nær ekki upp úr skóginum. Þannig að ég ekki akkurat á sama stað á myndin var tekin en þetta sama sagan. Þannig að fyllir virkið allt. Við sjáum kannski breytingar á jöklinum líka. Þannig svona aðeins lækkað en ekkert eins skuggalega í bjóstið. Þannig svona náttúrulega skriðjöklarnir hafa styst mjög mikið en sjálf jökulhettan upp á toppnum svona dóldilægri, allir klettar aðeins hægri. Þetta norðan við Valarhnjúkinn, tekið út af klettinum fyrir ofan Húsárdal sem mér sagt að heiti Fljótshöfði. Þannig sem hvergi til það örnefni. Garðar skógavörður, hann sendi strákana í girðingavinnunni upp á Fljótshöfða. Það hvergi til það örnefni. Þarna mikil rófabörð, mikla moldir. Þetta lítur svona út í dag. 1965 þessi mynd tekin. Þarna ein tekin yfir Langadalinn. Þarna voru bara moldir niður að skála nánast. Ótrúlegt mikið ryk held ég þegar það hvessti í þurrkum. Og þið sjáuð hinum megin við Krossá upp í Stakkholti, þar núna komið skógur. Álfakirkjan orðin þakin skógi, þarna neðst til vinstri. Og alla moldir eiginlega að lokast. Þetta 65 líka. Og svo þessi af skálanum í Húsárdal. Þannig heldur ekki að taka mynd á sama stað. Það ómikil skógur. Ég vildi að koma með stiga næst í ferðarna. Við ná sama sjónarhorni. Ekki Langadal? Jú, Langadal, Langadal. Já. Langadal skálinn. Hann hefur stækkað og skógurinn stækkað líka. Þannig að þetta mikill munur. Þannig að þetta mörkin, síðan eru svipaðar myndir til á Goðalandi, en þar hefur birkiskógurinn breyst miklu meir út. Inn á svæði sem sástu alla skógur þarna. Þetta eru reyndar yngri myndir. Það eru svona í kringum 1980 Goðalandsmyndirnar sem ég notaði. Þarna sjáum við niður að Strákagils ánni, sem ég man ekki hvað heitir, hún heitir nú eitthvað. Áin sem nú á Strákagili og yfir á Stangarhálsin yfir á mörkinni. Þetta orðinn skógur, alveg niður í fljót og það sem hjálpar skóginum líka þarna að það eru varnargarðar sem hlífa básum alveg langa leiðin niður úr. Þetta 1980, þetta ekkert mörg ár sem þetta við tekið. Þannig tekið reyndar af klettunum þarna fyrir ofan Slippugilið og yfir í Goðalandi, Útigönguhöfðin. Þetta voru allt moldar hausar og þarna hefur líklega Litla Endajón eða einhverjir gætu verið líka hérna frá farfuglum. Þeir voru að dreifa mikið af áburði þarna í kringum Slippugilið. Þannig að líklega þetta farfuglar. Það var ekki útivist? Jú, útivist var að vinna náttúrulega yfir í básum en það sem ég stend þarna upp á klettinum, þar hafa líklega farfuglarnir verið að dreifa og græða upp. Þeir unnu mikið þarna inn í Slippugil og þar í kring. Og Ferðafélag Íslands, já. Þetta ótrúlega margir komið að þessu og maður alltaf að heyra af nýju fólki og nýjum aðilum sem hefur eitthvað gert þarna frá. 4x4 sem dæmi hafa unnið mjög mikið þarna, bæði í Hamraskógum og út á Merkurranna. Þetta hérna tekið ofan Álfakirkju, inn í áttina, inn Krossáraurana. Þarna hefur ýmislegt breyst. Það sem svolítið athyglisvert að vissulega búið að þrengja Krossána þarna, þannig komið varnargarður sem bílvegurinn liggur eftir núna. En þarna fór allt á kaf fyrir 2 árum. Krossáin braut sig í gegn og þetta var bara eitt malarhaf en það eins og birki lifi af alveg lygilega miklar hamfarir. Þannig að það bara lokast aftur, hratt.
Þetta já 63, þetta svolítið gömul mynd, en sjáu hvað gróin aurinn. Ég veit ekki af hverju, hvort það hefur bara verið minni bráðnun einfallega í jöklunum á þessum tíma og við náðum að gróa krossaurinn mikið upp. En núna síðustu árin þá eiginlega nánast engin gróður á aurnum sjálfum. Það hafa komið það mikið flóð nokkur ár í röð. Þetta inn í Strákagili, gömul rétt þarna og hellir, eða svona ból þarna bak við mig, þar sem ég tek mynd, ég tók reyndar ekki þessa, Einar tók hana. En svona þróast þetta, hverfa klettar, ekki allir sáttu við það. En það þá kostur við að það hægt að saga frá klettum og svoleiðis sem menn vilja það. Þetta út á Örnum, bara fyrir utan svona þar sem skólarnir eru í Básum, tekið ég áttina Valahnúk. Þarna skógur í dag eins og þið þekkið sum. Kafa skógur, mann keyrir bara gegnum skóg inn í Bása. Og svo þessi mynd frá Hável, þarna sést, þetta frá 1900, þarna sést stýrun yfir í Bása og það eru bara skógar á örfáum blettum eftir. Það eru 2-3 torfur þarna sýnist mér sem að eitthvað kjarr. Og þetta í stóra enda, tekið frá stóra enda og þarna kjarrið svona, held ég, mjög dæmigert fyrir hvernig þetta var á þeim tíma. Þannig að nú öll fjöll vaxin skógi og tré komin með þessi upp á Réttarfell, þannig að hinum einn. Feikileg breyting. Já, ekki nóg mikið myndum frá almenningum en það örugglega hægt að finna meira myndefni, en hér ein sem að tekin ofan af kápunu eiginlega, niður í áttina af Ljósá og Ljósártungunum þar fyrir innan. Og þarna voru nokkur tré ofan í gílunni. Ég man það fyrst ég labbaði Laugaveginn, 90 eitthvað svoleiðis, þá sá maður trén ofan í gílunni svona hangandi út úr brúnunum. Og síðan eftir 20 ára friðun þá birki komið út um allt. Og það gerði svolítið hratt. Það gerðist svolítið hratt, ekki segja það. Þetta 74. Þetta reyndar ekki alveg nýmynd, þetta frá 2012, þannig að það aðeins stækkað síðan kjarrið. Og Steinsholti, það sama sagan þar, það mjög mikil útbreiðsla þar. Það var frekar illa gróið á köflum, mikil gróf möl og þarna sést gömul mynd, þar sem vegurinn lá líklega upp úr. Nú vegurinn komin aðeins ofar og birki farið að dreifast út um allt. Mest upp í brekkunum, minna á flatanum. Þannig að þetta feikilega breytingar. Og við erum farin að finna birki meir en 550 metra hæð, bæði Góðaland og Þórsmörkinni og náttúrulega mikið fræjár síðustu 30 árin. Og jafnvel ár eftir ár sem að kannski var held ég ekkert algengt áður fyrr, án þess að ég þekki það nógu vel, en það allavega mikið fræ í mörgum árum núna undanfarin ár. Það minni beit, þó aðeins komið fé núna aftur eftir að fóra að sleppa inn á almenninga inn á eiginlega verst grónu svæðin, Svínatungur, upp að Rjúpnafelli og þar. Síðan fórum við aðeins almenninga og kortlögðum, tókum nokkur snið til að kanna hvað verið mikið af smáplöntum versus stórar plöntur. Við og Björn fórum þarna núna í haust og það virðist sem sagt verið eitthvað minna af smábirki. Ég sýni ykkur aðeins graf hérna á eftir sem við erum reyndar ekki búin að vinna mikið. En það náttúrulega, eins og þið vitið, þá á eftir að hlýna þarna ef að spár rætast, þannig að það líklegt að birki fari ennþá hærra upp í fjöll. Og við fáum væntanlega líka meira af skordýrum og annað slíkt á þetta svæði, þannig að það ekkert víst hvernig birkiskórinn á eftir að fara nákvæmlega. En við fórum svæðið sem núna í septemberbyrjun og við vorum að skoða í rauninni mismunandi stærðarflokka birki og vorum með 4 sniðin á almenningum, 3 inn á Þórsmörk og 3 á Stakkholtinu og við fórum inn á svæðið þar sem birki í rauninni að breiðast út og alveg greinileg útbreiðsla. Og í rauninni þessi mynd segir bara það að það í hlutfalli við stærri plönturnar þá miklu minna á almenningum af smáplöntum.
miklu minna af plöntum sem eru undir 5 cm. Og megnið af þessum plöntum sem voru undir 5 cm kom úr einu sniði inn á almenningum. Eitt snið sem var mjög svona, já, á kafla var mikið af smáplöntum, en mjög lítið í öðrum sniðum. En það var alveg stigmunur að okkur fannst. Síðan þurfum við að mæla þetta aftur til að geta sagt hvort þetta er áhrif af beitinni eða hvort það er einhver önnur tilviljun sem ræður þarna, en þetta grunar okkur að beitin hafi áhrif á smáplöntur. Þannig að það væntanlega hægir á framvindu birkiskóganna á almenningum með því að beita þá. Þannig að skógarnir hafa breiðst út, eins og við sagði áðan, margfaldast af flatarmáli, og það er líka þetta að trén hafa hækkað. Þetta kjarr sem var þarna í rauninni kringum 1920, það var varla í hnéhæð. Nú eru skógarnir sjálfsagt orðnir 4-5-6 metrar almennt á hæðina og þéttari, og það er mikið af gömlu birki sem er að falla og nýtt að koma upp. Þannig að þetta er í rauninni orðin svona nálægt í að vera það sem við getum kallað náttúruskógur. Og við vitum það að hlýnunin hefur aukið fræmagnið sem er að dreifast og væntanlega bætt skilyrðin fyrir smáplöntur. Og ég held að við getum ályktað svolítið út frá þessu að beitarfriðunin hefur mikil áhrif. Ég get alveg sýnt ykkur myndir hérna á gömlu girðingunni, það sem var svona nánast ekkert fyrir utan hann og skógur fyrir innan, en ég geymi það, bæti því seinni. Þannig að skógarnir, já, þeir vernda jarðveg, þola náttúruhamfarir, og við vitum að við eigum eftir að fá þarna stórt eldgos einhvern tíma á næstu áratugum, þannig að það er gott að hafa mörkina svolítið þakta skógi. Og síðan vitum við þetta sem sagt, þetta er náttúrulega loftslagsmál í dag, og þetta er svona dálítið fyrirmyndin af því sem hægt er að gera annar staðar á landinu. Ef það verður farið út í það að semja við bændur á fleiri svæðum að friða land, að stýra beit og annað slíkt, þá er þetta í rauninni það sem kemur út úr því. Birki mun breiðast út. Og síðan vitum við það að þegar að hitastigið hækkar, þá getur þetta farið einfaldlega upp fyrir 600 metrun og þá er allt hálendið undir. Þannig að það getur orðið mikla breytingar hérna á næstu árum. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir myndirnar, Sigurður, og þakka fyrir mig. Þakka kærlega fyrir. Þetta var mjög gaman að sjá þessar myndir og þessar miklu breytingar. Við höfum tækifæri núna fyrir umræður, nokkra mínútur. Ég var nú löngum þarna í Þórsmörk fyrir árum. Þá voru mikla lúpínubrauður þarna allavega nálægt skálanum og þar innaf. Eru þar alveg horfnar? Ertu að tala um Bása? Nei, ég er að tala um Langadal og þar uppað. Já, sko á sumum svæðum eru þær komnar í skóg, lúpínubreiður, annars staðar eru þær að breiðast ennþá út, lúpínurnar. Er þetta lúpínubreið þarna? Nei, þetta er væntanlega bara smári allt saman, en hérna Nei, ég meina ennþá lengur. Nei, það er ekki mikla lúpínur á þessu svæði. En lúpínar er semst að breiðast út á vissum svæðum og sums staðar er verið að halda inn í skefjum eins og inn á tjaldsvæðinum í Básum. Á svona tætaðir upp plöntur sem er að sá sig niður á tjaldsvæðinu, það kannski hentar ekki að hafa lúpínu inn á tjaldsvæðinum, en birkiskógurinn er náttúrulega að tekur yfir á flestum svæðum. Þannig að við höfum ekkert gert neina stóra hluti til að halda inn í skefjum, það er svona vissum svæðum kannski á stígum og öðru sem við höfum slegið. Mér langar aðeins að koma með eina aðra Mér langar að koma með eina aðra, Pétur heiti ég reyndar, ég gleymd að gera mig. Erðu, með víði plöntur, eru þær algengar hérna innan birkið? Já, það er hellingur af víði og náttúrulega gulvíðir kannski meira niður á flatanum í kringum lækina og svo er loðvíðir ennþá hærra upp í fjöllum, en það sem er kannski, já, það er nóg af víði og við höfum notað víðin svolítið kannski til að græða upp í kringum stíga. Þess að aðalstarfið núna er að við erum með sjálfboðilega hópa að halda gönguleiðinu við og það er verið að græða þá upp líka í kringum stíga. Þannig að það er notaður víðir blótið í það, bara græðlingar, stungið í flagið í kring. En það sem er eiginlega merkilegast þarna finnst mér er að hvað er óbáslega mikið eini að dreifast núna.
og einirinn sko, hann var náttúrulega allur flatur þegar ég var krakki. Í dag eru einirplönturnar að vaxa upp réttar og það gæti einfaldlega verið það að það hafi verið valið úr þetta beinvaxnasta gegnum aldirnar, notaði uppkveikju einirinn og svo þegar hann fær frið þá fara að koma alls konar genotýpur sem að leynast þarna og ég vissum að við fáum þetta 2-3-4 metra eini eftir nokkur ár sko. Aðeins byrja að koma reyniviður líka. Jóhann Pálsson heiti ég og mér langar til að spyrja vaxtarlag á þessu nýju skógum þarna. Þetta mjög kræklótt eða eitthvað að fallegu beinvaxnu birki þarna? Eitthvað sem gæti verið borið í því genin frá birkinu sem að stóð þarna þegar og leifar af í drumbabótinu niður á aurunum? Já, það alls konar birki að koma þarna upp og það mikið að beinvöxnu hvítstofna inn á milli, sérstaklega í þessum nýgræðum að birki. Og ég dró meira að segja Þorsteinn Tómasson þarna inn úr sem hefur nú verið að reyna að kynbæta birki hérna allverulega. Og við fundum tré þarna sem sem sagt þráðbeint og með greinarnar svona frekar beinvaxnar út sem þykir gott í kynbótum, en það þola vel snjó. Þannig að það til sem sagt ótrúlega flott eintök og sumstaðar skógurinn mjög fallegur sem að koma upp, þar að segja. Beinvaxinn, ef mönnum finnst það fallegt, þar að segja. Takk fyrir fróðlegt erindi, Erla Bil hér, varðandi drumbabótina. Ég hef heyrt að hann væri verið að skemma svolítið mikið á taka. Hefur ekki skógræktin tök á því að vernda þetta svæði? Þetta tilheyrir nú Þórsmörkinni. Nei, sko, drumbabótin í Fljótshlíð sko, á prívatlandi. Og sko ástæðan fyrir þetta heiti drumbabót var einfallega að menn náðu sér í eldi við þarna. Þetta að verða að koma upp úr sandinum út allan Markarfljótsaura. Og þetta rauninni svæði sem núna áberandi, það hefur komið á öðrum svæðum sem menn hafa tínt upp. En þetta alveg rétt. Ég veit ekki hvort þetta flokkast undir skógrækt því þetta dautt. Þetta minjar, þannig að það spurning hvort að minjastofnun ætti ekki að fara að taka til þarna. Að friða þetta. Eða náttúrufræðistofnun. Já, Borgþór heiti ég. Þakka þér hitt kærlega fyrir skemmtilegt erindi. Margt og mikið sem hefur gerst þarna. Mér langar aðeins að spyrja þig hvort að megin hlutin af þessum aukna skógi sé á landi sem voru moldir áður og hefur verið græddur upp eða landi undirbúið fyrir birkið og stabiliserað eða það öðrum þræði sem sagt land sem var svona hálfgróið og skógurinn hefur líka farið út Takk. Ég hef svo mikið skoðað nákvæmlega en það virðist verið að koma bara nánast allstaðar birki líka upp úr landi sem dálítið lengi vaxið, dálítið þétt og gróður. Það bara svo óbúslega mikið birkifræ á ferðinni þarna og mikið sáðmagna, það virðist finna sér staði. Jafnvel inn í gömlum skógi þar sem þéttur gróður á botninum, þá sér maður í rauninni þó að skógurinn á einhverjum tímapunkti hafi litið út fyrir að vera að drepast eins og menn hefði áhyggjur af þarna. Þá hefur kannski eitt tré oltið og upp úr sárinu kemur birki. Og jafnvel að maður sjáu það sem þrestirnir að reyta upp mosa og einhver aðri fuglar eða dýr, það komið birki ofan í. Þannig að það virðist einfaldlega, já, bara sáu sér þétt út allar trissur, eins og það heitir. Ekki einhverju fleiri sem að vilja leggja til máls? Sigurður G. Tómasson heiti ég. Ég var í Þórsmörk heilt sumar 1970 og mér minnistætt þegar ég satt þar upp í Valanhúk og horfði á bónda koma undan Eyjafjöllum með traktor og heifag fullan af fé og sleppaði inn í girðinguna. Skógargirðinguna sem var þá miklu minni en nú er. Og mér reyndar líka minnistæðar moldirnar í Merkúranum og þetta gleðilegt að sjá hvernig þetta hefur breyst og það að mínu viti það beitarfriðun
sem að skiptir sköpun í endurnýjun birkiskóga á Íslandi og það væri nú mikið og gott verk hjá okkur öllum ef við getum komið í veg fyrir það að menn sé að framleiða lambakjöt til útflutnings á fjúkandi landrópssvæðum. Þetta er ekki spurning, þannig að statement eins og það heitir á góðri íslensku. Halló. Mér langar að spyrja þig, þetta var áhugavert erindi en ég sá það í sjónvarpinu í sumar eða í haust að það var fólk hérðan frá þessari stofnum sem var að gera svipaðan rannsókn í Bæjarstæðaskógi, í Skaftafellsfelli. Hafið þið eitthvað samanburð við að þið með, ef ég man rétt þá voru þau að segja og ég man nú eftir því að maður kom þar í kringum 1970 og það virtist verið að svipaðan rannsóknir. Hver er eitthvað niðurstaða þeim rannsóknum samanborið við þessa í samband við útbreiðsluna? Já, þú ert líklega að tala allir ekki það sem Ása Aradóttir og Kristín Svavars og voru ekki, já, einhver hérðan líka, jú, Borgþór kannski. Ég held að rannsóknin sýnir í rauninni það sama og hefur gerst inn á Mörka. Það er, birki getur sáð sér yfir frekar rýrt land og mynda skóg bara á örfáum árum. Þannig að gott fræár og svæði sem ekki mikil beit á, sem hjálpar náttúrulega og svo kannski hlý ár á eftir það getur skilað heilum skógi eins og gerist á Skeiðarársandi. Já, ég held að við bara látum þetta vera að loka orðin. Eftir 2 vikur þá ætlar Sunna Björk Ragnarsdóttir, sjávarlíffræðingur hér á Náttúrufræðistofnun, að fjalla þéttleikabreytingar algengra sjávarhryggleysinga á Suðvesturlandi. Þannig að bara muni eftir því. En ég vil þakka þér, Hreinn, kærlega fyrir komuna og ykkur. Takk fyrir kærlega.